Já, hérna blesið minn. Svo þetta á að heita þing. Þetta nú heldur ómerkilegt umhverfi. Hvorki gálgi né gapastokkur, ekki höggstokkur né hrísköstur. Svo alla sála á ferli. Það lítur nú ekki út fyrir að ætla að vera mikið að vera hérna. Það vantar greinilega allt stuð í mannskapinn. Nei, heyrðu! Þarna kemur Hinrik Bjelke. Nú, hann soldáti og þessi tveir sem eru með... Nei, hann er höfuðsmaður og þessi tveir sem eru með honum eru soldátar. Það verður kannski bara eitthvað fjör í sig eftir allt saman. Komdu! Látið blása þingheimi saman. Kæru æruverðugu biskupar, velvísir lögmenn, sýslumenn og annar þingheimur. Við erum hér samankomin í dag til að skrifa undir og sverja svokallaðan arfhyllingareið. Hvað í óskopunum arfhyllingareiður, kynni einhver að spyrja sig. Jú, það þýðir einfaldlega það að þið sverjið þann eið að konungsvaldið skuli ganga í arf. Allir í Danmörkur og Noregsríkjum hafa þegar skrifað undir og svarið þennan eið, þannig að nú rauðin komin að ykkur, Íslendingum, sem trúum og hollum þegnum að gera slíkt hið sama. Einnig taka öll þau lög sem hans hátign setur sjálfkrafa gildi fyrir alla hans þegna án sérstaks samþykkis viðkomandi ríkis og því Íslendingar eru ekki undanskildir þeirri reglu. En þetta ættu nú einungis að vera glöð með vegna þess að þið eru einfaldlega heppin að hafa hann Friðrik III sem konung. Enda hann mjög reyndur, réttvís og hefur riddarahjarta. En, ég fer þá með yðstafinn. Ég lofa og tilsegja að vera þeim stórmektuga fursta, herra kong Friðriki þeim III, Danmerkur og Noregs, Vinda og Gautakongi, hertoga í Slesvík, Holtsetalandi, Stormären, Ditmäsken, Greifa í Oldenborg og Delmenhorst, mínum allra náðugasta arfakongi og herra, svo vel sem hans konglegu matisstatis húsi, hollur og trúr undirsáti, fremjandi á alla grein hans konglegu matisstatis gagn og besta, afverjandi á fremsta megni hans fordjörfun og skaða og trúlega þjóna hans majestet sem einum ærlegu manni og arfa undirsátt hæfir og tilstendur. Nei, ekki strax. Svo framalega hjálpi mér Guð og hans heilaga evangelíu. Þú mátt blása. En, þetta ekki búið enn. Nú les ég upp á þessu löglega þingi þá suverenitets-obligation sem þið þurfið einnig að gangast undir. Vér undirskrifaðir þess stórmektugasta og háborna konungs, herra Friðriks þess III, vors allra náðugasta herra, þjenarar, undirsátar og innbyggjarar á Íslandi, gjörum vitalegt fyrir oss og voru erfingja og eftirkomendur að vér höfum sem hans háloflegar majestatis trúir og hlýðnir undirsátar með þessum sérlegum akt og gjörningi fyrir utan vor arfhyllingareið, auglýst og staðfest hans majestatis arfarétt ásamt og með fullkominni einvaldsstjórn yfir Íslandi. Hér með aflögum við fyrir oss og voru erfingja allt það sem í vorum fyrri fínitum og landslögum kann að finna stríða í móti hans majestatis rétti eða útþýðast má mótstæðilegt hans konunglegu majestatis réttri einvaldsstjórn og fullkomnum ríkisráðum. Skal þetta fyrirskrifað á oss öllum og sér hverjum, svo vel sem vorum erfingjum, haldast og framkamast í öllum greinum og artikúlis. Þessu til staðfestu voru nöfn með eigin höndum undirrituð og vorum signetum staðfest, skeð á Íslandi á Kópó og Stingstað, anno 1662, þann 20. og 8. júlí. Jæja, þá megið þið koma hingað og skrifa undir. Afsakið herra höfuðsmaður. Hvað var það, Árni lögmaður? Höfum við ekkert máli að segja áður við skrifum undir þessa erðahyllingu? Gjörðu svo vel, Árni minn, þú mátt segja það sem þú vilt. Ég get ekki á nokkurn hátt séð að við þurfum aftur að sverja eið þeim sama konungi og við höfum nú þegar gert árið 1649.
Hér hefur ekki nokkur maður svikið það neyð né brugðist trúnaði við konung. Þetta er hinn mesti óþarfi. Honum Árna lögmanni og ykkur öllum má vera það fullljóst að þá vorum nýkjörinn konung að ræða. Nú er breytt skipun á konunglegum arfarétti í ríkjum hans og það þarf að vinna nýjan eið að þeirri skipun. Höfuðsmaður. Íslenskir þegnar Friðriks konungs vilja ekki láta frá sér öll réttindi sem við höfum haft hingað til. Auk frelsis okkar til að mæla okkar máli fyrir ríkisráði Noregs. Við mótmælum að breyta núverandi skipun sem hefur verið í gildi. Kæri herra Brynjólfur biskup. Sérðu þessa hérna? Þú ætlar að neyða okkur til að sverja þessa eiða. Verði okkur refsað fyrir að skrifa ekki undir verið litið á það sem blóðuga móðgun og ofbeldi. Refsingarinnar verður hent. En þið munu sigra að lokum. Sigra land í sárum. Þess vegna sé ekki annað kost en að skrifa undir. Já, það er rétt. Færi lögmanninu með staðinn. Fara nú svo að drífa ykkur með þetta, ha? Skipan konungs er fullnægt. En áður en ég gleymi því, þá er ykkur öllum hér með búið til veisluhalda í kvöld. Og ég lofa góðu stuði og húllumhægi. Ég vonast til að sjá sem flesta.